Við erum hér stödd í Lindex-höllinni á Selfossi, þar sem að Hekla Katrína Kristinsdóttir, landsliðsþjálfari U21 hóps Íslands, er með hópinn sinn í styrktaræfingum. Hér er í raun fyrsti hittingur okkar í vetur, U21 árs landsliðsins. Ég kynnti þau núna í byrjun nóvember og nú erum við að hittast í fyrsta sinn með Rúnari Hjálmarsinni, frjálsíþrótta þjálfara, handboltaþjálfara. Þetta er maður sem hefur til dæmis þjálfað íslensku handboltastrákana. Það er að segja selfisingana og þeir eru nú held ég flestir erum í meiri hluta í landsliðshóp Íslands í handbolta. Ofboðslega fær, Rúnar, og hann hef ég fengið til liðs við mig í að mæla hópinn, fylgjast með þeim. Einnig eru þau, og það sem er að gerast til dæmis hérna á bakvið, er að þau eru að fá prógram sem þau að fylgja í 8 vikur og svo verða þau mæld aftur. Og allt er þetta mælingar sem við erum að reyna að láta nýtast í að sjálfsögðu í þetta knapa, þar að segja verða betri reiðmaður og knapi. Þetta er nú búið að vera gert í nokkur ár hjá LH og hefur við náttúrulega verið bara gríðarlega gott starf unnið með það. Og nú erum við svona kannski aðeins að bæta við að það er meiri eftirfylgni, þar að segja þessi prógram og þau eru mæld jafnvel aðeins oftar. Og þetta er náttúrulega bara það sem ég held að mun láta okkur verða enn betri, þar að segja að huga vel að okkur líkamlega og andlega, og það er náttúrulega mitt hlutverk að reyna að innleiða það hjá þeim, að hugsa vel um sig og hvað þá líka andlega þáttinn. Þá verðum við ennþá sterkari á HM í sumar og við vorum að gera plankan hérna áðan. Planki er svona alliðaæfing þar sem að maður er sterkur í miðjunni og í raun reynir á mjög mikið af vöðvahópum, og það var til dæmis sem Rúnar sagði mér áðan að þarna eigum við hestamenn að vera sterk. Þannig að hvet ykkur til þess að taka plankan heima til að athuga hvað getið þið haldið það út lengi. Þau voru ansi lengi hérna áðan. Þetta eru 12 knapar hér á aldrinum 16 til 21 árs og þau eru öll svona með svona einn aðalhest, en þau eru oft með fleiri en einn hest. En ég mun fylgjast með þessum aðalhesti sem þau eru að stefna með á HM og ég mun hitta þau að minnstakosti 2 til 3 í vetur. Og þetta eru knapar héðan af Suðurlandi, það eru 2 stúlkur á norðan, Reykjavík, Suðurnesin, eiga fulltrúa, svo hérna alveg út í Rangárþing. Þannig að þetta er breiður hópur, flottur hópur. Þetta er náttúrulega mjög góð tímasetning til þess að halda þeim bara við efnið strax hérna yfir tíman þar sem okkur finnst voðalega gott að leyfa okkur aðeins. Þannig að er þetta ekki bara þetta að vera skynsamur. Hvernig byrjar þessu úrtökur í vor? Er það komið á hreint? Það er ekki alveg komið á hreint í raun hvernig það raðast. En það mun í raun, þetta er svipað upplegg og það er að segja að það eru mót sem verða svona úrtökumót sem við munum miða við í okkar vali. Og þó að hér séu, ég svo sem áréttaði það vel kynningunum daginn, en þó að hér séu 12 knapar, að þá eru, veit ég, margir knapar utan þessa hóps líka stefna á HM og þeir eiga mikinn séns líka. Rúnar Hjálmarsson, yfirþjálfari frjálsíþróttadeildar Selfoss. Hver er þín aðkoma að U21? Mín aðkoma er svo að ég var fengið til að hjálpa til við að koma að testunum, að setja upp test sem myndi henta fyrir knapa. Þannig að ég fór í þá vinnu með Heklu að hvað hentaði, og við erum búin að setja það upp núna og fengum þau núna á Selfoss til að taka testin hjá okkur hér í aðstöðunni þar sem ég vinn hjá frjálsíþróttadeildinni á Selfossi. Hvernig er formið á hópnum? Það er bara gott á sumum sviðum og það er klárlega innistæða fyrir bætingum á öðrum, þannig að það eru hluti sem hægt er að vinna í klárlega til þess að efla gæðin í reiðmennskunni. Ég er alveg viss um það. Styrktarþjálfun knapa myndi ég segja væri bara eins og í öðrum íþróttum, bara í öðru íþróttafólki, bara til þess að efla þig í þinni íþróttagrein. Auðvitað er að vera að renna svolítið í þetta í fyrsta skipti, þannig að það er verið að finna út úr þessu í leiðinni, þannig að það er mjög spennandi verkefni að sjá hvað hentar fyrir knapa. Núna myndi ég segja að við værum svolítið að byrja. Ég held að knapar geti æft sig að mörgu leyti eins og frjálsar íþróttir. Frjálsíþróttafólk æfir mjög fjölbreytt af því að það reynir á mjög fjölþætta styrktarþætti, bæði liðleika, styrk og hraða og kraft. Þannig að
ég segi að þau séu bara á réttri leið með það að nálgast það eins og frjálsýta fólk að svona stæðstu leyti. Eru þið með mataprógram fyrir jólin hjá þér? Nei, við erum ekki komin svo langt. Það kemur seinna. Hvenær ég verið komin í form eftir jólin aftur? Í febrúar, þá verður það komin í gott form.